Ragnhildur Kristinsdóttir, nýkomin frá útlöndum og beint í létta rigningu hér á Hvaleyrarvelli. En þú ert að undirbúa þig fyrir Íslandsmótið í golfi. Hvernig leggst þið í þig? Bara mjög vel. Formulegur undirbúningur hefst í dag. Var búin að stelast hérna 9 hólur fyrir 2 vikum milli ferða. Formulegur undirbúningur hefst í dag. Þú losnaði við hrollinn eftir smá hrakfari, getum við sagt, í hittifyrra þegar þú vannst Íslandsmótið í höggleik á Örriðavelli. Já. Hvernig, með hvaða hugafar kemur þau núna? Það er bara sama hugafar og alltaf. Maður fer inn í allt golfmót til að vinna þau og maður myndi ekki skrá sig nema maður myndi telja að maður geti unnið. Þannig að það er bara sama og alltaf, sko. Þú ert búin að vera að berjast í atvinnumennsku á Letta 6 mótaröðinni. Já. Sem er önnur deildin í Evrópu. Já. Og hérna varst í öðru sæti og vannst svo mót vikuna eftir. Hvaða þýðingu hefur svona sá árangur fyrir þig? Ótrúlega mikið, sko. Bara upp á sjálfstraust, hvað að segja, þetta er svona stimplingarvottorð það að vinnan sem að setti í þetta í vor og vetur er að skila sér. Og það er ógeðslega gaman að sjá það gerast, ekki að þessi vinna hafi verið til einskis. Það tekur tíma þegar maður er að breyta einhverju eða breyta hugafari eða einhverju. Það tekur tíma að komast inn og bara, ég myndi segja bara þetta sumar er búið að sýna það, þetta er að skila sér. Ég ger ráð fyrir að þetta sé ekki kannski eitthvað eitt atriði, þetta er örugglega nokkur atriði. Þú myndir nefna kannski 1, 2, 3 atriði sem að skópu þetta hjá þér. Þetta er fyrst og fremst bara sveifluvinna og tæknivinna sem ég og Derek fórum í vetur og sem er bara að skila sér og gerir sveifluna ekki alveg eins svona tímanlega. Þetta snýst ekki bara timing núna, þetta er orðið aðeins meira svona fluid og meiri hreyfanleiki í þessu, þetta er ekki orðið svona static og annað er bara, hausinn. Ég er hætt að vera sami fullkomnuna sinni og ég var fyrir bara árið síðan, sko. Ertu að hugsa minna tæknina í sveiflunni? Nei. Þetta er bara sama tæknihugsun, nema þegar ég fer að æfa þá eyði ég ekki 100 boltum í að hugsa tækni. Ég eyði kannski 20 boltum að hugsa bara tækni. Og síðan fer ég bara að slá mismunandi högg. Ég flakka á milli þess að slá kannski 1 högg með 54 grám og fer síðan upp í driver og síðan er ég 5 og allt svo framvegis. Þannig að þetta er miklu meira, svona konkrét tækniæfingar sem að skila sér og bara gott utanumhald. En þegar þú ert að keppa, hvað er svona, þú ert búin að vera að vinna í andlegu hliðinni líka, þú veist, og við vitum öll hvað er erfitt að spila í stórum mótum og annað, en hvernig er það hugafærið þegar þú mætir í þessi mót sem að skipta svo miklu máli framhaldið? Það er í raun bara að mæta inn í móti og vita að maður getur unnið. Og sama hvernig leikurinn er, 2 dögum fyrir mót, degi fyrir mót, æfingasvæðinu, það skiptir ekki máli þegar þú ert komin á fyrsta teig. Það einu skiptir máli að komin á fyrsta teig er hausinn og hversu vel innstiltur hann er. Og mér finnst ég bara búin að sýna sjálfur mér það að þetta þarf ekki að vera fullkomið. Ég er fyrsta mannskjall að viðurkenna þessi 2 mót sem endaði í öðru og fyrsta sæti. Þetta var ekki fullkomið. Þetta var gott, já, en þetta var ekki fullkomið. Það voru vítahögg hér og vítahögg þar, en þegar að enda niðurstaðan er svona, þá sýnir það hvað svo mikil vinnan er búin að vera. Þú ert að stefna lengra og hvað er það svona þegar þú ert búin að sjá það að þú átt að heima þarna og lengra, getur við sagt? Já, að það er í raun bara allt saman. Ég tel mig hafa allan pakkan á mínum degi og þetta er í raun bara að púsla saman góðum vikum þegar það skiptir máli. Og það er úrtökumótin. Það getur sett þetta saman í 2 vikur og það eru kannski 3 vikur á Access og þú ert komið með kortið þitt bara því þú náðir 3 vikum, 1 3. sæti, 2. sæti og kannski vannst 1 eða eitthvað svoleiðis. Þá ertu bara komið með kortið, sko. Og nú ertu langt komin með að tryggja þér sætið á næsta ári, ekki alveg? Eða? Ekki alveg, en langt komið. Hvað þarftu að gera til þess? Er ég topp 5 eða? Topp 7 og ég er í 5. sæti eins og er. Þannig að þetta er langt komið en það er vinna eftir og það þarf að klára dæmið. Eru mörg mót eftir á tímabilinu? Hvort það séu 7, 8, eitthvað svoleiðis. Sem þú munt sækja flest? Já, það er mót núna þessa vikuna en ákvað bara að koma heim og vera með hér og geta kannski sofið í mín eigin rúmi meira en 2 daga. Og síðan er mót í Slóvakíu sem ég ætla að sleppa líka.
og það er bara út af ferðalögum og annað. Það hittir bara þannig á að ef ég tek þátt í því þá var þetta 7 vikur í röð, þannig að það er frekar að sleppa einu móti og vera ferskari í hinn. Og mætir í hvaleirina til þess að vinna það sjálfsögðu? Já, það er markmið. Með gengi fyrir ára og þá er það eina markmið sem er í búði. En í þessum sveiflu, já, í þessari vinnu þinni, allri, þá hefur verið að leggja smá áherslu á högglengd, eða ekki? Sérstaklega upp á sökunum? Jú, dræfinu? Já og nei. Það er búið að vera svona seinustu 2 ár er ég búin að vera, hvað segja, mér er í raun alveg sama hvert dræfurinn fer þegar ég er að æfa. Það er eina markmiðið mitt þegar ég er að æfa dræf er bara að slá eins fast og ég get í boltann. Og þú gerir það í mótunum? Já. Það er ekkert sem heitir 70% eða 80% eða 90% dræf. Það er 110% í hvert einast skipti. Af því að fyrir mér þá er það þannig að ég missi stjórn en ég fæ stjórn í staðinn. Af því að ég er ekki að reyna að kontróla högginu. Ég er bara að leyfa líkamanum að taka yfir. Og horfir á það þannig að það er ekki stóra málið þú ert sett endalega braut, þú ert komin alltaf miklu nær hólu? Já, það er þannig. Tölfræðin sýnir það. Ef þú ert 120 metrar frá braut eða 80 metrar í röffi, það er meiri líkur að þú klára hóluna á færri höggum 80 metrar frá í röffi heldur en 120 metrar frá í röffi. Nei, á braut segi. Þú ert að slá svolítið fast með dræfinu. Þetta var ekki laust. Þetta var örugglega 240 metrar í flugi. Ertu með högglengstu á túrnum þar sem þú ert? Já, ég allavega með við tölfræðina þá á ég svona cirka 10-15 metra á þá sem ég var að spila í flestum mótum. Það munar að minna? Það munar og það gerir leikinn aðeins auðveldari stundum. Að geta slegið yfir einhver horn eða köttað yfir eða eitthvað og stuttar par 4-hólur er ennþá styttri og par 5 er styttra. Þetta var smá Scottie Scheffler stæll þarna á þér núna í högginu. Þú svona rennur úr í lokinu. Hvað er það? Þetta er bara trigger hjá mér, sérstaklega í byrjun. Ég koma mér svona aggressívar yfir á hægri hliðina og það er sama síðan því ég fer hamsveifluna. Það er að koma mér yfir á vinstri og ýta kraftinum áfram, sko. Þannig að þetta er bara svona, hvað getur við sagt á einföldu máli? Þetta er bara, þú sveiflar hratt og eins fast og þú getur? Jú, það er eina sem ég er að gera með dræfur. Það sveifla eins hratt og ég get og koma boltanum eins langt að hægt er.